Þessar kosningar snúast það hverjum kjósendur treysta best til að leiða framtíðaruppbyggingu Reykjanesbæjar. Ég heiti Valgerður Björk Pálsdóttir og nýr oddviti beinnar leiðar. Við í beinni leið höfum staðið okkur vel við stjórnum bæjarins undanfarin 8 ár. Við óskum eftir áframhaldandi trausti ykkar. Setjum X við Upsilon. Komið sæl og voru velkomin í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur úr byggðasafninu á Garðskaga og þar meðal annars sagt frá verslun sem var í 50 ár í garðinum og mjög merkileg saga. Það sem var mjög vinsælt að fá appelsín og lakkrísrör. Lakkrísrörin voru að vísu búin þegar við komum, en hér eru góu og karmelu og mjög margt skemmtilegt sem við ætlum að sýna ykkur núna í þættinum. Í þættinum höldum við áfram að segja frá starfsemi Keilis á Ásbrú, en hann fagnaði 15 ára afmæli nýlega og við fórum í fótsnyrtingu og í flughermi. Þá fylgjumst við með því þegar tekin var fyrsta skóflustungana 960 rýma hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ. Endum þáttinn svo á flottum myndum frá sýningu Dance Companies. Það eru margir stórmerkilegir hlutir á Garðskaga, en nú eru þið búin að, hvað ég að segja, endurvekja byggðasafn hérna og með ýmsum nýjung. Hvað getur þú sagt okkur það, Margrét, forstöðumaður safnaði í Suðurnesjabæ? Já, það nú aðalega gleðilegt að við skulum vera búin að opna núna fyrir sumarið og opið alla daga alveg fram í septemberlok, og við höfum verið að breyta og bæta hérna aðeins í vetur. Og einn af þessum merkilegu hlutum sem að þú nefnir núna af öðrum ólöstuðum, þá var það innréttingin og verslun Þorláks Benediktssonar sem rak verslun á Akurhúsum í Garði frá 1921 til 1972. Þessi innrétting er búin að vera lengi í safninu, var upp á lofti undir súð, en nú er hún komin hingað niður og þjónar núna móttöku safnsins, safnbúð, og það sem við tölum alltaf að hér er svo mikið af túristum og ferðamönnum að þetta verður náttúrulega líka upplýsingamiðstöð. En núna það er meira í boði fyrir ferðamennina sem að koma, mjög margir út á Garðskaga og njóta náttúrunar og skoða vitan og annað. Þetta er svona auka viðbóti við það. Já, það er náttúrulega margt í boði í Suðurnesjabæ og hér á Garðskaganum er náttúrulega þetta myndarlega safn og veitingahús í sama húsi, Röstin, það eru vitarnir og það eru gönguleiðir hérna í fjörunni og mjög ríkt fuglalíf. Og svo hefur sést æði oft núna undanfarna daga til Hvala og það er nýtt veitingahús hérna líka og ég get talið upp, ég get verið næstu 10 mínútur að telja upp hvað er hægt að gera í Suðurnesjabæ. Þannig að þú ert safnstjóri hérna og þið getur verið mjög ánægðar náttúrulega með þessa skemmtilegu, þér að endurvekja verslunina sem var hérna í 50 ár. Hvernig hafið þið gert þetta? Við byrjum bara á því að hlusta fólki hérna á svæðinu. Hvað vildi fólkið sjá? Sögur fólksins og þeirra minningar, og við vorum bara að vinna með það. Við erum eiginlega bara verkfæri í því sem að fólki vil sjá hérna á svæðinu. Þannig að við byrjuðum á því að færa þessa verslun. Við fengum styrk frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja til að opna verslun Þorláks Benediktssonar aftur hérna á safninu, og svona kom þetta út og fólk var bara mjög ánægt hérna á svæðinu. Hvað var til úr verslun Þorláks Benediktssonar? Voru til myndir eða munir og hvað er það að sýna úr versluninni? Það var til gríðarlega mikið af munum. Það varðveittist búðin sjálf og skjalasafn Þorláks, en engar myndir úr versluninni. Það er engar myndir til, allavega ekki sem við höfum fundið, af fólkinu sjálfu og húsinu utan hús, en ekki innan úr búðinni. Það er ýmislegt skemmtilegt sem hefur svona komið upp úr krafsinu, hluti sem voru til og annað, og þið eruð að tengja líka liti og annað sem voru á þessum tíma. Já, við erum með þessa 3 liti sem að Slippfélagið fór í samstarf við okkur og er að selja þessa 3 liti og nöfn sem tengjast þessu verkefni. Það voru þessi 5 litir í gangi á þessum tíma og Þjóðminjasafns Íslands kom til að aðstoða okkur við að litgreina. Þannig að við erum með þessa 3 liti hérna og þeir þarf að kaupa þá í Slippfélaginu. Voru sömu litirnir í versluninni og voru mikið á þessum tíma almennt í notkun? Sömu litirnir héldust frá 1921 til 1972. Búðin hélst alltaf eins með sömu litunum. Það er svolítið magnað. Já, mjög skemmtilegt.
Þetta óhætt að segja að það hafi tekist vel upp með uppsetninguna á þessu og svona, þetta mjög áhugavert. Ja, eins og Tanja var að segja, þá engar ljósmyndir að virðist vera til innan úr versluninni, en hingað hefur náttúrulega komið mikill fjöldi af góðu fólki sem hefur heimsótt okkur á meðan á þessu í vetur núna þegar við vorum að gera upp verslunina, og þau hafa deilt með okkur minningum sínum, og þannig varð verslunin ljóslifandi eins og ljósmynd. En hvað það helsta svona sem að kemur upp úr krafsinu sem að þið eruð að sýna okkur hérna? Það eru gamlar tengingar hérna úr garðinum við hluti sem að þið þurfa að segja okkur. Já, við hlustum bara á þessar sögur og við tökum það til okkar og við hugsaðum hvað getum við verið með á opnunni og fengum þessa skemmtilegu ábendingu. Já, þegar ég kom í búðina það var alltaf hérna appelsín í gleri með lakkrísröri og það var það sem við bauðum upp á með aðstoð ölgerðarinnar. Við ætlum að selja í sambúðin okkar og stefnum við á að selja appelsín í gleri og lakkrísrör, karmelur, og síðan höfum við áhuga á því að hafa nokkuð vöruúrval frá aðilum sem að framleiða vörur sem að geta passa hér til sölu frá Suðurnesjum. Hvað fleira á safninu hérna? Það nú ýmislegt fleira. Hér hérna inni í salnum þá eru hérna svona frá heimilislífi fólks, barnaherbyggi, upp á lofti hérna frá Gerðaskóla sem verður 150 ára 7. október næstkomandi. Það alveg stórkostlegt að þaðan hefur verið varðveittar innréttingar og myndir sem alveg vert að skoða. Við höfum líka lagt svolítið áherslu á að gera safnið kannski svolítið sýnilegra hvað gerðu konur, hvert var hlutur kvenna í félagsstörfum, kvenfélögum og slysvarnarfélögum, og það má einnig sjá svolítið afrakstur upp á lofti. En svo náttúrulega hvað safnið einstakt fyrir, og það náttúrulega vélasafn Guðna Ingimundarsonar hérna frá Garði og trukkurinn hans. Og við höfum mikinn hug á að kynna það betur og vinna meira með það með góðu fólki. Bjóða skólum, vélskólum og þeim sem hafa á tækni og vélamálum bara að koma til okkar og bjóða þeim skipulega frá með næsta hausti. Þannig að unga fólki sem að kemur hérna að sjá hluti sem að það hefur bara ekki reynilega séð áður. Já, það eru símarnir helst fyrir krakkana. Þeir þekkja ekki þetta að leggja á, skella á, nú það bara að loka. Þannig að það eru svona pröfuhorn fyrir líka krakkana til að fá að svona koma við hlutina og prófa, og við erum með nokkuð slík horn hérna á safninu. Þannig að eigið þið von á bekkjum, krökkum úr skólunum og annað til þess að koma og sjá? Já, það sem nú ekki langt síðan að við opnum, við tókum við safninu síðasta haust og þá gátum við tekið aðeins á móti nokkrum bekkjum og hópum í desember, en það var náttúrulega COVID líka sem stoppaði okkur. Þannig að við höfum eftir að skipuleggja það með skólum, tökum vel á móti nemendum og kennurum. Og ég býst að það verði meira í haust, í ágúst, september, að það byrji frekar heldur nú í vor þegar skólum að ljúka. En það verður alveg örugglega stór liður í okkar vinnu hér í byggðasafninu að taka á móti ungmennum og fólki öllum aldri. Og útlendingar, þeir velkomnir? Allir velkomnir. Þeir hafa áhuga á að vita verslun Þorláks til 50 ára í garðinum. Það hefur allavega vekið lukku síðan þau komu hérna bara eftir helgi að kíkja hérna inn, og svo þykir fólki líka skemmtilegt að þetta svo fallegt svæði, þetta svo mikil perla. Og húsið sjálft, nú erum við bara í fjósinu og hlöðunni. Það eru bara halakrókar hérna í loftinu og við segjum fólki frá þessum tengingum líka. Hvað var í þessu húsi í gamla daga? Það var hlaðan og fjósið. Já, sem vitavörðurinn var með. Vitavarðahúsið hérna úti og vitarnir 2, og þetta var hlaðan og fjósið hérna sem við stöndum í. Við erum líka í samstarfi við Geopark og verðum með bæklinga frá þeim. Og það mun koma hérna í maímánuði stór mynd af Reykjanesi hér frammi, af því að við viljum gera ferðamönnum okkar, hvort sem íslenskir eða erlendir, svolítið sjálfstæða, sjá mynd af Reykjanesi, öllum þessum fallegu stöðum, uppgöta eitthvað nýtt, einnig til að auðvelda okkur að leiðsegja þeim áfram, og það verður hérna fram í andrinu, þannig að þó að safnið svo loka klukkan 5 þá komast þeir í þessar upplýsingar. Og hvað erum við með hérna, Tanja? Hér er svona verk í vinnslu. Þetta er saga verslunar á 20. öld í Suðurnesjabæ.
þá Garður og Sandgerði. Og við tökum þetta fyrir í þessum 2 pörtum og stiklum svona stóri yfir helstu svona áhrifamenn á þessum tíma. Þannig að við erum náttúrulega með Finnboga og Björn Finnboga sem voru þessir risar hérna í garðinum og svo erum við líka sem margir vita ekki og við viljum endilega nefna að aðal hvatamaður og frumkvöðla krón var hérna Hjörtur Helgason í Sandgerði. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, svo fyrir þá sem ekki vita það. Já, þannig að það er mjög skemmtilegt. Hann rak hérna Kaupfélag Ingólf í Sandgerði. Hvernig stendur þessi vinna? Hvernig fer hún fram hjá ykkur? Þetta kemur inn svona hægt og rólega. Þess vegna segjum við verk í vinnslu. Við treystum svolítið á það að fólk komi líka. Það var margir komið og segja já, það er verið að vinna í þessu. Fólk er að koma með sínar sögur og sögur sinna. Þannig að það er að tínast inn ljósmyndir og annað. Það þarf enginn að skilja myndirnar eftir. Við fengum rosalega flottan styrk frá Kvenfélaginu hérna í garðinum og keyptum fyrir það hérna skanna og erum að skanna þessa myndir og vinna með það og þær sögur sem við fáum inn. Þannig að þið eruð, já hvað getur við sagt, þið eruð aðeins að biðla til fólks á svæðinu eða leita, eða svona hvetja til þess að vera í bandi við ykkur ef það er með einhverja muni jafnvel sem að getur passað hérna inn? Já, muni, myndir, sögur, líka þá sem eru farnir og eiga samt sögur og koma hérna til okkar og segja okkur frá því. Og svo ertu með verslun barnanna hérna, hvað er þetta að gera? Það er líka svona verk í vinnslu, þannig að þá eftir að koma töluvert af varning hérna inn til þess að krakkarnir geti verið hérna litli kaupmennir á horninu hérna undir steganum hjá okkur. Og það er svolítið gaman að þau þekkja kannski ekkert endilega það sem er í þessu horni, skífu, símann og svona reiknivélina og svona, þetta er allt aðeins öðruvísi en þau þekkja. En þau hafa mjög gaman að því að fá smá svona horn þar sem að þau mega snerta og prófa að því það þarf að vera á safni að þau megi koma við. Það má ekki allt vera þannig að banna að snerta. Og hvað, erum við komin í Gerðaskóla hérna? Já, við erum bara komin 150 ár aftur í tíman, ekki alveg svo, en Gerðaskóli verður semst 150 ára, 7. október næstkomandi og við erum mjög heppin hér í Byggðasafninu að hér bak við þig þá eru sem sagt stólar og borð og ýmislegt sem varðveitt úr Gerðaskóla. Og hér er hægt að sjá hvernig lærðu börnin náttúrufræði, hvað höfðu þau til að mála með eins og vatnslitina. Hérna er lestrarbók og taflan sem notu til að skrifa og læra að skrifa. Mynd af gamla skólanum. Og hér hefur Hilmar, af því að hann er blaðamaður og kom úr garðinum. Já. Hér hefur hann lært. Já, þessi ritvél er í fullum ný kennslubók í velritun. Unga fólki þekkja ekki í dag. En það er nú samt alveg sama svona á tölvunum og þessu. Þetta er einmitt eitt af því sem við ætlum að koma fyrir þannig að fólk á öllum aldrei geti svona vélrita aðeins. Næst er hérna úr Gerðaskóla, úr smíðastofunni og hér er úr náttúrufræðikennslu og hér er úr leikfimisalnum, leikfimi íþróttakennslunni sem hún kallar leikfimi þá en ekki íþróttir. Já, nákvæmlega. Svo tekur við hérna Útskálakirkja. Hér eru nokkru munir sem við erum að varðveita fyrir Útskálakirkju, safnaðarheimilið frá Eiríki S. Brynjólfssyni. Og svo erum við komin hér á efri hæðina inn í svokallaða stofu. Og við hefum verið að reyna að svona gera konum í samfélaginu okkar aðeins hærri undir höfði eða sýna starf þeirra í félagsstörfum og heimilum. Þannig að við tökum á móti alveg munum frá konum og fjölskyldum. Hérna erum við til dæmis með það sem að margar konur hrífast af og eiga minningar um. Það eru hárblásar og karmenrúllur og svo plastrúllurnar þegar var verið að leggja hári. Það er hérna líka svona skrifstof og saumavélar. Við hefum mikið af úrval af saumavélum. Næst vildum við koma upp svona smá sýnishorn af barnaherbergi. Og hér er drengurinn, grátandi drengurinn sem til var í nánast hverju heimili hér fyrir nokkrum árum. Og hér erum við svo með handverkfæri
úr garðinum sem við hefum eftir að færa svo niður. Þetta svona sýnisbrot hér upp á lofti. Þessar kosningar snúast það hverjum kjósendur treysta best til að leiða framtíðar uppbyggingu Reykjanesbæjar. Ég heiti Valgerður Björk Pálsdóttir og nýr oddviti beinnar leiðar. Við í beinni leið höfum staðið okkur vel við stjórnum bæjarins undanfarin 8 ár. Við óskum eftir áframhaldandi trausti ykkar. Setjum X við Upsilon. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Við höldum áfram að segja ykkur frá skemmtilegri starfsemi háskólasamfélagsins Keilis á Ásbrú. Við kíktum í 15 ára afmæli, fórum í fóðsnertingu og í flughermi. Þetta 199 einingar nám alls og við erum með hérna 90 einingar af því sem eru sérgreinina sem við kennum hérna hjá okkur. Og þegar þau hafa lokið náminu hérna hjá okkur þá sækja þau löggildingu hjá embætti landlæknis og fá við framhaldinu að starfa sem fóttækjarafræðingar. Þetta lögverndað starfsheiti. Hvað námið í langan tíma? Já, námið hérna hjá okkur 3 rannir. Og undan því þarf það að vera búið með svona cirka aðrar 3 rannir sem tekur svona annar staðar. Bóklegt? Já, bóklegt. Og við erum svona mest með verklega hlutan hér og þennan sérgreina hluta fóttækjarafræðinnar, sko. Þetta búið að vera hérna í eitthvað tíma, þannig hvernig hefur aðsóknin verið í þetta? Þetta búið að vera hérna hjá okkur síðan í febrúar 2017 og hún hefur farið bara jafnt og þétt stækkandi og nú erum við að taka inn núna haustið 2021 tókum við fullan hóp, það eru 12 pláss, það fullskipað og við náum að taka annan fullskipaðan hóp núna í janúar. Þannig við erum með 24 núna sem eru í þessu námi. Okay. Og sem þýðir það að við komum ekki fleirum fyrir en bara í janúar 2023. Þá tökum við 12 inn í viðbót. Þessi nemar sem að klára þetta hérna, þetta yfirleitt fólk þá leiðin í eigin rekstur með þetta eða fara að vinna á okkur stofum? Já, fyrst og fremst þetta þannig. Þeir fara á þar til gera fóttækjarastofur eða hérna, sem launþegar eða verktakar eða stofna sínar eigin stofur. Þetta langmest þar, sko. Hvenær byrjaði þú í þessu? Herri, ég byrjaði í ágúst 2021 og klára núna í desember. Þannig að þetta bara rosalega skemmtilegt og bara æðislegt nám. Ertu búin að ákveða hvað þú ert að fara? Ertu að fara að stofna stofu eða ertu að fara að vinna hjá okkur? Herri, ég snyrtifræðingur. Þannig að ég rek mína eigin stofu í Hveragerði. Þannig ég bara að bæta við og gera betur. Þannig að þetta taka við fleirum og gera, betur. Hvað þarf maður að gera til þess að verða flugmaður? Hvað tekur þetta langa tíma, námið og slíkt? Þetta byrjar á svona cirka ári í bóklegri kennslu og eftir það þá fer það svolítið bara eftir hvernig gengur. Think rate. Pull up. 400. Pull up. Think 300. Mikið, við skulum ná breyðri. Þannig að 2 ár kannski svona fínt viðmið. Það er svo mikið, við erum núna að lækka að lenda það ekki. Og think rate. 500. 400. Pull up. 300. Think. Legum að einbæti sér aðeins að þessu, svo hún náða að lenda. 200. 200. Think rate. 100. Think rate. 50, 30, 20. Retard. 20. Retard. 20. Retard. Stall. Svara spurningunni þá 2 ár er svona raunhæft markmið ef að veður leyfir þá spila stundum inn í
Bóklega námið tekur ár, byrjar þá í svona einfaldari fræðum, klára þann part af þessu og klára þann partinn af þessu og þá tekum við svona flóknari atvinnufrumans-kennsla og svo eru prófessangust og annað slíkt, þannig að þetta er krefjandi, vel gerulegt og ótrúlega skemmtilegt. Draumurinn að vera í háloftunum? Ekki spurning. En þú, er þetta draumur hjá þér að verða flugmaður? Já, mér langar svo mikið að vera atvinnuflugmaður og bara keyra fólk, eða fljúga milli landa og alls konar. Og pabbi minn, hann var alveg flugmaður í alveg mörg ár, sko. Þú ert með í blóðinu? Já. Og ert að huga að námi? Já, ég er að stefna á það, já. En hvernig er tilfinningin að vera hér í þessum hermi? Bara, það er alveg mjög skemmtilegt, ég hef aldrei gert svona áður, þannig ég er ekki það góð. Fyrsta skóflustunga 960 rýma hjúkrunarheimili við Nesvelli í Reykjanesbæ var tekin síðasta föstudag að viðstöddum fulltrúum allra sveitafélaga á Suðurnesjum og heilbrigðisráðherra sem mundaði skófluna með fulltrúum yngri og eldri kynslóðarinnar. Þetta eru ánægileg tímamót, eitthvað sem að Reykjanesbær og fleiri eru búin að bíða nokkuð lengi eftir. Já, síðasta hjúkrunarheimili hér við hliðina var opnað 2014 og við höfum í raun verið að banka á dyrnar með að fá fleiri hjúkrunarrými síðan þá og taka langan tíma. Við skrifum undir samningi og Svandís Svavarsdóttir hér í febrúarlok 2020 og síðan höfum við verið að undirbúa þetta og nú komum við að því að fara að hefja framkvæmdir hérna í sumar. Hvað getur þú sagt okkur svona aðeins framkvæmdina og framkvæmdarhraða? Þetta er 60 rýma hjúkrunarheimili. Við munum flytja 30 rými frá Hlévangi og hætta starfsemi þar, enda hefur Hlévangur þjónað þessu samfélagi vel í áratugi og fáum svo heimil til þess að bæta við 30 öðrum, þannig að verða 60 rými. Húsið stendur alveg sér en verður tengt þessu húsi eða núverandi hjúkrunarheimili með göngum neðanjarðar, þannig að það verður hægt að labba á milli og komast hérna í þjónustumiðstöðina og þá þjónustu sem er í boði hér í miðstöðinni. Þannig að þetta og það eru sömu arkitektar, THG, sem teikna, þannig að þetta verður stórglæsilegt og góða stað og nýjasta tækni í velferðartækni ýmiss konar á salernum og svona. Og framkvæmdarhraðinn við erum að horfa til síðari hluta árs 2024 að vera búið með þetta þá. Hvað mun þetta þýða? Nú er ekki, já, hvað getur þetta ekki kannski endalaus en mikil eftirspurn eftir plássum á hjúkrunarheimilum? Jú, það er mikil eftirspurn og hún alltaf vex í hlutfalli við þá staðreynd að íbúum fer hratt fjölgandi, fólk lifir lengur og þessi hópur stækkar eins og aðrir hópar í okkar samfélagi. Þannig að við þurfum ennþá meira og það kom hér fram í máli ráðherra áðan að ríkisstjórn Íslands er í stóru átaki núna að fjölga hjúkrunarrýmum landið verulega á næsta árum og við fögnum því og ég gerum ráð fyrir að við förum strax í að banka á dyrnar og biðjum annað því að þetta tekur langan tíma. Muni þessi 30 nýju rými sem sagt, fara strax í notkun heldur þú? Já, og vel það. Þannig að það er umfram eftirspurn í rauninni alltaf? Já, á hverjum tíma. Svo vitum við ekki hvernig það verður nákvæmlega eftir 2 ár þegar hjúkrunarheimili verður tekið í notkun, hvernig eftirspurnin verður þá, hvort hún verður meiri eða svipuð eða hvað. En við erum alveg viðbúin því að það þurfi að halda svo bara áfram þessari uppbyggingu. En ánægulegt? Já, frábært. Þetta er frábært skref og búið að bíða lengi eftir þessu og svo höldum við bara áfram.
Sjá mátti frábær tilþrif á vorsýningu dansskólans Danskompani í gamla bíósal varnarliðsmanna á Keflavíkurflugvelli síðustu helgi. Þema sýningarinnar var Disney-ævintýrið Múlan en alls tók 350 dansarar þátt í sýningunni. Coming out the driveway. Can't help myself. Got secrets I can't tell. Vitið að það svo mikil blíða hér í Reykjanesbæ að það hægt að lesa blaðið bara úti. En leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Það var að koma út kosningablað. Mikið af efni sveitarstjórnarkosningarnar sem að verða næsta laugardag. En á Víkurfrétta vefnum verðum við á vaktinni næsta laugardag. þar sem við verðum með nýjustu tölur úr sveitarfélögunum á Suðurnesjum. Fylgist þið með okkur endilega þar. Við erum með nýjustu fréttir á kylfingur.is. Það er mikið í gangi í golfinu þessa dagana. Kylfingar komnir í vorgýrin, sumargýrin. Við kveðum hérðan úr blíðunni í Reykjanesbæ. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.